Ég vitna til dýrðar og heiðurs Guðs föður okkar himneska, að Drottinn hafði í spádóm tilkynnt mér fyrir það 4 árum síðan að komi myndi erfiðleikatími þar sem einn af mínum yrði í hættu og það fór að rætast fyrir nokkrum mánuðum. Auk þess myndi Drottinn mig á þessar loforð í gegnum heilagan anda að tíminn væri að koma og að ég ætti ekki að syrgja, því allt þetta gerðist til að sýna stórkostleika og mátt Guðs, þannig að eiginkona mín lendi í slys þar sem hún var árekin af strætóbíl sem rak hana beint með mikilli krafti og kastaði henni það bíl 7 metra. Þegar ég kom á staðinn eftir að hafa fengið fregnirnar var það mjög áfallalegt augnablik því ég fann hana ekki. Ég sá allt þetta óreiðu, neyðarbíla og varðandi satt ekki fundið hana. Mér var sagt að ekkert væri hægt að gera og á þeim tíma skildi ég það ekki. Þegar ég steig inn í sjúkrabílinn fann ég hana þar, líflaus, án lífsmarka. Ég fann djúpa sorg sem manneskja vegna eiginkonu mínar, en líka vegna aðstæðna þess augnabliks. Hún var flutt á sjúkrahús og læknarnir skoðuðu hana en sögðu mér að ekkert væri hægt að gera. Þeir gerðu venjulegar rannsóknir og sögðu að ástand hennar væri mjög alvarlegt í heila, í hrygg og í mjaðmum, því innri lífværi hennar og hryggsullan og mjaðmir voru skemmt. En við sáum stórkostleika Drottins, því áður en við fórum aftur til Súa hafði Guð gefið okkur í draumi fjölskyldumeðlim sem við áttum samskipti við, og Drottinn sýndi í draumnum að hann væri að endurreisa mann sem við sáum ekki andlit á, en við sáum hvernig Drottinn byggði upp bein, hryggsulu og endurbyggði lífværin og mjaðmir. Og Drottinn sagði í sýninni að hún væri nú heilbrigt. Þegar við komum til Súa var hún sannarlega meðvituð, en við sáum undur þegar við ræddum við kirkjugesti sem sagði okkur að við ættum ekki að hafa áhyggjur, því hún væri nú heilbrigt, að Drottinn hefði unnið kraftaverk og læknað hana. Þannig að bræður, þegar hún var skoðuð á sjúkrahúsinu, skildu læknarnir ekki hvernig þetta kraftaverk gæti verið, hvernig hún gæti setið, talað og brosað. Við sögðum þeim að við hefðum Guð sem talar og hafði lofað að varðveita líf hennar í spádómnum. Við útskýrum að við tilheyrum alþjóðlegu Jesú Krist ráðinu og þannig birtist stórkostleikins Drottins. Það sem mest undravert að þegar hún fór út af sjúkrahúsinu sá ég að fötlun hennar var mjög lítil eftir þetta alvarlega slys og hún batnaði með mikilli styrk í einungis 7 daga og nú hún algjörlega heilbrigt. Hún kom út alveg heil og fyrir okkur það sannarlega undur Guðs og verk hans í sannleika stórkostlegt. Ég ber vitni heldur tíða lof til himnes föður minn að Drottinn hefði verið að segja mér hann myndi geyma lífið mín og það var 13. ágúst. Ég fór frá kirkjunni Lisboa klukkan 7 að kvöldi. Ég fór mjög róleg og þessi stundu ég man ekki meira. Svo eftir 4 klukkutíma svo sofðu mér. Ég vaknaði og ég hefði tekið prófin og sofðu mér að ég var mjög veik. Þegar þau fluttu mig að fyrsta sjúkrahúsi ég var mjög veik. Að ekkert væri hægt að gera fyrir mig því allur hryggurinn minn var eyðilagður. Líffærin mín, mjaðmirnar, að ég væri með mjög stór blóðkúl í heila. Þá þeim var það sagt væri ekki mikið hægt að gera fyrir mig. Svo ef ég læknaði sjálfa mig það endar eins og græmiti. Verðu búin við hjólastól. Svo fluttu þeir mig að annars sjúkrahús að láta gera aðra flóknari próf og þar kom óvart að daginn eftir þegar þau skoða prófin þeir voru hissa því þeir fundu ekkert. Þau líta á mig alveg heilbrigt. Engin beinbrot, ég á ekki blóð minn í heila. Það var alveg í lagi og þau voru hissa. Þau sögðu hvernig þetta mögulegt og þau spurði mig og þú ekki neinu þar? Getur sitja niður og ég sagði en ég fín, engan þar, ég fín. Til dýrða Drottins,
þá sóðu fetar dansalet. Fetar mikið fengleiki Guðs, kraftaði frá drottinn þá. Ég sagði, ég kristin, ég fer kirkjuna sem hún talar, það fengu virtis í gefnu spáðu gáfuna og drottinn hafði sagt mér það að hann væri að bjarga lífinu mínu og ég verð vitni það og þá undruðust þau og þau voru hissa. Jafnvel hjúkrunarfræði kom líka þann eftir og sagði mér frá kraftaver, vegna þess eru allir að eina sér kraftaver. Svo ég var að segja, en af hverju? Sagði þú, því þetta myndband þínu það átakanleg. Þessi myndband þínu það var dauði og við sjáum þér hér brosandi, þú finnur ekki neinu þar? Sagði hún, það átakanleg. Og ég dýrðin og fyrir drottinn því það var hans sem var verki. Svo létu þeir mig fara og þeir gáfu mér 7 daga veikindaleyfi. Jafnvel bræður, ég vildi líka segja ykkur armbandi, það armbandi var vardís. Armbandi ég á en þá frá Movistar Arena. Þessi andlega blessun en þau það var vildi taka það frá mér. Þeir vilja endilega það því sóðu að gæti ekki haldi neinu í hendurna. Því þau ætlaðu að taka próf fyrir mig. Þeir ætlaðu að gera róndumyndir að ég gæti ekki haft vann. Ég þafði en þetta armbandi á ekki málmi. Eftir það var mjög varis þessi armbandi og ég mundi eftir drottinn þegar hann sagði mér og þú mun njóta tíma með Áskari dóttur mín. Það Biblíunafn ef þú verður mjög hamingju og ánægð, njóta með vornum mínum og þú mun vera hamingju og orð hans rætti því að drottinn leyfði mér að vera í þessi andlega hátíð. Ég var mjög ánægð, ég var njóta af blessun sem drottinn minn gaf mér, því það fann ég svo mikla hamingju, mikli gleði í hjarta mínu og þó sé systur María Luisa fyrir að ég gat sé hana. Ég var nálega henni. Hvernig drottinn virtist í gegnum hana og hvernig hann blessar okkur. Ég var of ánægð, þakka sér drottinn og ég gef honum heiður til og lof vegna þess leyfði mér að lifa alla þessa falleg upplifarnir.